Arna Blöndal 11 ára gömul og býr á Sauðárkróki. Hennar ástríða að teikna og klippa og hefur hún náð ótrúlega miklu valdi á því. Einu sinni teiknaði hún alltaf hesta en nú eru úlfar í miklu uppáhaldi. En hvernig fer hún að þessu? Ég sé hann í höfuð mitt. Því að þegar ég horfa á mynd þá fæ ég einhvern veginn höfund bara og fæ myndina aftur hérna. Já. Og getur þú svo bara alveg náðin hérna niður á blað? Hefur alltaf verið að teikna sem þú manst eftir þér? Já, ég er alveg óð í því. Ertu alveg óð í það? Já, eiginlega fyrir kennarinn mér að tala, þá er stundum bara... Þá ert þú bara að teikna. Og þú færð alveg að gera það, þú þarf ekki alltaf að vera, færðu alltaf að vera með blýantinn? Ég fæ alltaf að vera blýantinn, en bara má stundum ekki teikna. Nei, hvernig líður þú mátt ekki teikna? Það er bara að reyna að teikna höfuðum mínum. Í huganum? Já. Já. En þegar þú færð að teikna, færðu þá líður betur þá? Já. Þessar myndir sem eru hérna eins og þú varst að segja með hestinn, hvenær teiknaðu þennan til þess? Þannig fyrra eða því var með Akureyri. Já. Að hjálpa vinum minnar hérna að flytja. Þá bara teiknaðu hann á leiðinni? Já, ég var bara inni þegar búin, fekk smá glista hana. En til dæmis eins og þessi mynd, hvað er þetta? Þetta er manneskjúlfur. Já. En þú gerir alveg svona skuggana og allt. Sérðu þetta, ég held að þú sjáir þetta einhvern veginn öðru seldur en ég. Getur það verið? Sérðu alveg svona í þrívídd? Já. Já. En hvernig byrjaði þetta alls saman? Af hverju byrjaði að teikna? Með því því ég sá margar að teikna eitthvað fallega myndir. Það hafi búið hugmyndar fyrir besta. Fyrst því var að byrja þá var svona cirka 30 ára. Það var ekki svo svaka góð, skilur ég máli. Ekki þegar maður er 30 ára, maður getur rosa góður. Og þá byrjaði þau? Já. Það sem ég byrjaði. Og hvað byrjaði að teikna? Manstu hvað þú teiknaði fyrst? Það var eiginlega hestur. Það byrjaði bara húsum og köttur, einhver einföldu köttur og tré og bara eins og þau byrja á. En við sáum það strax að hún gerði það mjög vel, miðað við aldur. Hún krassaði ekki. Hún krassaði í rauninni aldrei. Hún byrjaði strax að teikna hluti. Þegar Arna var 5 ára aldur gaf hún mömmu sinni þrívídda mynd af umhverfinu í kringum Big Ben í Lundúnum sem hún hafði séð í teiknimynd. Þetta er gömul bók. Hún er örugglega ekki nema 3 ára þegar hún byrjaði þetta. Þarna er hún að byrja að mynda sér einhverja skoðun sögu, búa til sögur og skoða hvernig vöðvar og allt breytist við hvað stellingar dýrin eru. Hún er alveg ótrúlega með það. Uppáhaldsmyndefni Örnu eru dýr og notar hún YouTube óspart til að ná sér í fróðleik. Ég fattaði ekki alveg hvað augum var. Ég fattaði núna þegar ég var svona svart eitthvað inn í augað. Svo hvað hérna. Getur maður lært að teikna bara á netinu og á YouTube? Já. En samt, úlfurinn er ekki beint að brosa fyrir hérna. Nei. Hann fyrir svona smá aðeins til hlýðar hana. Já. Niður. En hann horfir alveg beint á þig. Er hann að segja þér eitthvað þessu úlfur? Nei, stundum líkt hann kannski frá hvað hann getur trist en ég veit ekki hugmynd lengur. Arna var ekki há í loftinu þegar hún fór að klippa út allskyns fígúrur eins og dreka, hesta og úlfa. Einu sinni þá var hann að klippa og ég var bara að horfa sjónvarpið og ég sé hún alltaf að teikna einhverja hákalla eða klippa út hákalla og ég hugsa með mér hún er búin að gera 5-6 stykki og ég horfi svona að mér finnst þér allir eins og ég prófa að taka þá svona saman, setja svona saman og þeir voru alveg í sama formi, nákvæmlega eins, allir jafn stórir, alveg eins. Heldur hún hafi svona gott sjónminni? Já, ég held það. Ég held hún bara taki mynd af hlutunum og hún sér það bara fyrir sér og setur það á blað eða bara klippir út. Hún er sjálfur sér nóg, algjörlega.
hún þarf ekkert að leika við aðra krakka. Já, henni finnst ofsalega gott að liggja bara á gólfinu og teikna og hún gleymir sér þar í tímunum saman. Þetta ef við förum eitthvað, eins og bara í byrjun ágúst, þá fórum við á Akureyri og vorum að hjálpa vinkonum minni að flytja. Og ég gleymi sem sagt teiknidótinu heima og hún ómöguleg, algjörlega ómöguleg, allt í kausum þarna og ekki þetta að finna eitthvað. Þannig ég þurfti að fara og kaupa nýja teikniblokk og blýjanta, nokkur stykki og þá hún bara fín. Alla helgina teiknaði hún og þá hún komin út í þessar skyggingar sem hún komin út í dag. Stundum langar henni aldrei að vera að leika eða að því mér finnst best að vera ein og hugsa og teikna meira. Og færðu alveg frið til þess? Já. Eru samt einhverjir vinir þínir sem eru að teikna og hafa sama áhugamál og þú? Sumir. Já, ertu ekki búin að kenna einhverjum þetta? Já, svolítið. Hún náttúrulega einstök eins og þú hefur væntanlega séð. Hún hefur mikla ástríðu fyrir þessu og það kannski það sem að gera það verkum að hún nær svona langt í þessu. Hún bara lifir fyrir þetta. Er þetta einhver sérstakur hugarheimur heldur sem hún fer í? Alveg örugglega. Ég hugsa að ég ekki mannfræðingur en ég hugsa að ef við myndum geta skoðað miklu meistarana þá eitthvað svipað þarna í gangi. En hún líka með eitthvað svona þrívítarskein sem að maður áttar sig alveg á eins og þegar hún að klippa út. Já. Var það einhver hæfileiki? Fer það oft saman? Það náttúrulega þessi vinna, þessi fín vinna í höndunum og ég veit ekki hvernig hún stendur sig í smíðum en væntanlega hún að brillera þar líka en þetta hangir mjög oft saman. Þetta reyndar sér maður aldrei svona færni með skærum svona ungi krakkar, ég verð að viðurkenna það að þetta var mjög sérstakt og eins og við kannski sjáum hérna, þetta var að klippa út fyrir 2 árum og sko þetta tók hann ekki nema svona 2 mínútur að gera þetta, skiljið, þetta leikur í höndunum á henni. Hún lýsir því svolítið, hún sjá þetta allt saman hérna inni í höfðinu. Já, væntanlega þetta hennar heimur, hún, eins og ég sagði það á hann, þá lifir hún og hrærist í þessu, hún alltaf teiknandi, síteiknandi. Hvernig getur maður passað upp á hana þannig að hún fá að blómstra þarna? Sko hún sér að mörguleyti sig sjálf, þar að segja, hún viðar að sér efni, þar að segja til að teikna á, hún hefur nóg af blöðum, greinilega, hún á vel af litum og áhöldum, og svo þetta í kallinum á henni og það bara leyfa henni að vinna í þessu, það held ég að sé aðalmálið. Leyfa henni að halda áfram. Ég vona að hún gerir eitthvað við þetta, því þetta hún heldur oft að þróa þetta og ég vona hún eftir að vera virkilega góð. Eitthvað staðar með hestunum í fjósinni og teiknandi. Þú veist, já, ég illa svikin og ekki eftir að vera einhver bóndakona og með lista aðstöðu. Veistu hvaðan þetta kemur? Já, þú veist, hún hefur þetta alveg rosalega frá pabba sínum með þeirri fjölskyldu. Hann mjög góður að teikna og mamma hans, einhverjum minni fjölskyldu líka, en ekki ég.